Já, komið sæl, sunnudagur og sínir Egils. Hér í seinni hlutunum allar Gunnar Smári að fara á heimsórnarflakk með fyrirverandi utanríkisráðherra og sendera, Jóni Baldvin Hannibalssyni. En við ætlum að byrja hér á vettvangi dagsins. Og það er Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR, María Sigrún Hilmarsdóttir, fréttakona og Kjartan Sveinsson, formaður Landssamband smábátaeigenda. Verið velkomin. Takk. Byrjum á því nýjasta. Það er niðurstaðan í hvað er þetta flokksvælega prófkjör Samfylkingar í gær. Komið það óvart? Já, ég mér fannst mér fannst alveg koma óvart þannig. Maður vissi ekkert alveg hvernig það myndi leggjast en en greinlega svona afgerandi sigur hjá Pétri Hafliða Martínsinni, frænda mínum. Við erum 4 menningar eða eitthvað. En þetta er greinilega mjög afgerandi og athyglisvert líka að sjá hvað það tókst að smala mörgum þannig í aðdragandunum og þetta verður bara spennandi að sjá hvernig síðan fer. Ég held reyndar þarna í kosningunum í vor að þá verður kannski mest spennandi að sjá hvað flokkur verður þarna í þessari lykilstöðu sem er oft ekki kannski stærsti eða næststærsti flokkur, heldur sá sem er kannski þriðji stærstur, sem er þeirri stöðu geta mynda meirihluta. Og ég myndi svona einhvern veginn gíska það yrði kannski Viðreisn eða Miðflokkur og það held ég segja svolítið til hvort það verði myndaður þá meirihlut til hægri eða vinstri. Og nú náttúrulega er ekki en þá að vita hver fer þarna fyrir Miðflokkinn. Þeir segist alltaf bíða og sjá allir eru komni með sitt lið. Ég sá eitthvað lítið viðtal við Björn Inga Hrafnsson sem hann hefur fengið það verkefni að finna fólk í framboð. Akkurat. Þetta verður bara mjög spennandi að sjá og svo náttúrulega eru þannig einhverjar fylkingar inn í samfylkingunni eins og kannski verður flestum öllum flokkum og þetta er greinilega afgerandi afstaða fólks að Pétur er sá sem þeir vilja tefla fram. Já. Ég held að segja líka vor til vinstri, það kemur til greina hann. Já, ég er að segja, ég held að þessi flokkur sem lendir í oddast, eða hvað kallast það, þú veist, það verði sá sem er rauninni. Eins og það var núna bara þegar þessi meirihluti var myndað, þá var það bara flokkur fólksins. Já. Eina sem að hún alltaf fara að mynda meirihluta til hægri og þá kom Inga og tóða hana tilbaka. Þannig að það var bara einn borgarfulltrúi sem réði af eða á. Já, einmitt. En Halla, hvernig fannst þér þetta? Já, þetta var bara forvitnilegt að fylgjast með þessu og náttúrulega snar stækkaði þetta Reykjavíkurfélag í aðdragandanum og svona er oft svolítið erfitt fyrir flokka þegar það er svona utan að koma til. Já, að leiðu þetta mjög spennandi og það líf og þetta var náttúrulega glæsilegt PR að vera með hálfan fréttatíman bara í beinni útsendingu frá Iðnó og litirnir allir og allt svona vel úthugsað greinlega. En ég er náttúrulega fyrst og fremst að fylgjast með þessum sveitarstjórnarmálum með áhuga skástrík þráhyggju fyrir þeim málum sem varða launafólk og þeim málum sem við höfum verið að setja í oddinn eftir síðustu kjarasamninga og þá hef ég að horfa náttúrulega á sig hita á rafmagn og þau mál, gjaldskrármál og þá sérstaklega leikskólamál og svo húsnæðismál og mér fannst það var ekkert rosalega mikið svona málefnalega umræðu í þessu prófkjöri Samfylkingarinnar. Fólk var ekki mikið að segja þetta er það sem ég stend fyrir og leggja áherslu á þetta. Með samt svona ákveðnum undantekningum og hún Steinunn Gyða Guðjónsdóttir sem vinnur þarna mjög afgerandi sigur að hún tók leikskólamálum föstum tökum og sem var áhætta vegna þess að það er málaflokkur sem er búið að setja inn í einhvern rosalega átakafarveg. En hún tók hann og stóð með vinnandi foreldrum að mínu mati, en líka auðvitað starfsfólki í leikskóla og en svona þessu samfélagslega hlutverki í leikskóla og samhengi við vinnumarkað. Og það gladdi mig mjög að sjá að hún skildi fá brautargengi vegna þess að ég held að þetta er svona mál sem að skiptir okkur mjög miklu máli í VFR. Við erum þetta stærsta stéttarfélag ungs fólks á Íslandi og það er mikil hiti vegna þessara tillagna Reykjavíkurborgar að hækka álögur á vinnandi foreldra og og ég lít svo á að núverandi meirihluti sé smám saman að missa umboð til þess að ráðast í þær breytingar og það sé miklu hreinlegra að fara þá með það mál inn í kosningar. Já. Kjartan? Já, ég veit ekki hvað skal segja ég veit ekkert Pétur, ég þekki hann ekki neitt og það verður bara komið ljós hvað
hvaða áherslur hann með og ef það eitt sem ég veit þá það sko það sem að pólitíkus að segja í kosningabaráttu kannski ekki besta mælistikan á það hvaða mann þeir hafa geima sko en mér finnst kannski það sem svolítið alvarlegt í þessu þetta að hvað 3000 manns sem að skrá sig til að taka þátt í prófkjörinu. Mér finnst það ólýðræðislegt og mér finnst það ekki góðs viti sko og svo verður bara að koma í ljós hvað gerist. Ég meina ekki Sjálfstæðisflokkur og Samfylking með samanlagt, þeir fengi meirihluta samanlagt sko. Þannig að allir það sé mikið að horfa fram á það. Eitthvað svoleiðis. Og mér finnst sko það sem að mér finnst Samfylkingin hafa klikkað mest á það eru skipulagsmál í borginni og til dæmis þetta mál sem í gangi núna í Vesturbugt alveg bara fyrir neðan allar hellur framganga borgarinnar í því sko og þú þekkir þetta nú líka fjallaði með þetta. En það verður náttúrulega kannski þægilegra fyrir þau auðveldara að fara með nýjan mann. Þau eru búin að vera lengi við völd. Ég meina, hvað þetta komið 30 árið? Þetta alveg ofboðslega langur tími. Og það kannski bara svona þægilega að fara inn í baráttuna með mann sem hefur ekki verið þarna áður af því að það verður auðvitað mikil kritík á það sem betum að fara. Og Heiða er náttúrulega búin að vera inn í því þannig að þetta kannski að hafa hann Pétur sem nýjan oddvita svona ákveðin endurnýjun sem kannski hjálpar til. En það samt mikilvægt að standa með sjálfum sér sko í svona, mér finnst það, þú veist, að standa með því sem að þú hefur gert vel og það sé ekki bara eitthvað svona nýtt andlit og bara 9 tímar, þú veist, þú verður minnst flokkandi þurfa að standa með sjálfum sér sko og að hitti mjög freistandi bara láta eins og bara allir sé að koma nýjar á borðinu en það er ekki þannig og þá verður það líka að segja hvað standa fyrir sko og hvað alltaf að gera í skipulagsmálunum öðruvísi en hinnir, af því að það náttúrulega rosalega auðvelt að benda allt sem við fer og það mjög margt en síðan eru þetta líka margt sem vel gert í Reykjavík og ég held að sé svona ég held að það einhvern veginn málaflokkarnir og þurfa svolítið að njóta sannmælis. Ég hugsa að ný samfélking sem þá samfélking Kristrúnar hafi metið að það var ekki sigurstranglegum listi að vera með Heiðu. Ekki endilega út af því að samfélkingin vilji fara einhverja allt aðra leið í pólitíkinni. Heldur vegna þess að meirihlutin hafi mist svona trúnað gagnvart borgarbúum. Og þess vegna væri nauðsynlegt að eins og rættum hér að koma með nýtt andlit og til þess að samfélkingin geti fengið svona ferska byrjun aftur, annan séns eða ég veit ekki hvernig Pétur talaði alltaf að Reykjavík væri frábær borg og svona almennt að gefa stjórn R-listans og samfélkingarinnar undanfarin 32 ára eða eitthvað, góða einhvern. Þannig að hugmyndin ekki svo að breyta mikið, svo nefndi hann eitthvað svona og ég heyrði það líka hjá ungliðunum og maður heyrði alltaf í kringum þetta fólk í kringum sko Kristrúna svona hægri tal svona áherslu á rekstur og þetta virki og tala svolítið eins og Viðreisn gerir oft. Ég heyrði engar áherslur á sko leikskóla eða uppbyggingu fyrir húsnæði fyrir þá sem eru í húsnæðiskreppu. Aldrei talað alla leiguliðana sem eru í okurleigu í borginni. Voðalega lítið talað það. Þetta er svona átsett sjóin, svolítið blerismi sem fylgir svolítið Kristrúnar samfélkingunni. Að við erum smartari, skemmtilegri heldur en Sjálfstæðisflokkurinn. Og þið geta alveg treyst okkur, þú veist að við getum farið vel með fé sem svona eitthvað gamalt sem ég skil ekki á hverju ennþá á dagskrá á Íslandi. Því að ef einhverju hafa farið illa með fé á Íslandi þá eru það hægramenn sko. Það er svo fólk hafi ekki upplifað sko hrunið og allt það. En það samt alltaf vinstri að reyna að svara því að við klúðrum ekki alltaf fjármálunum. Þannig það er eitthvað svona tónn, en ég held að þetta sé bara eins og margt sem að var í síðustu kosningabaráttu samfélkingarinnar í þinginu. Þá er þetta svona stýrt innan úr kosningabaráttu að þú notar allt til þess að ná í völdin. Við náum völdunum með því að fara inn á miðjuna. Fylgi sem Einar Þorsteinsson gat sópaði yfir til Framsóknar, það er heimilislaust. Ef við náum því þá erum við góðum málum. Við höfum ekki að horfa til vinstri og ég bara sjálfum sér bara vonandi tvístrast það fólk bara í allra áttir. Ég veit ekki hvað þú hugsið þannig, eða þá að verði til eitthvað svona eðlilegu samstarfsaðili. Ég held að samfélkingin horfi ekki fram á að fara í stjórn með Sjálfstæðisflokknum, þótt að ég geti
og þessi alveg nógu nasti til að segja það, þá bara held ég að það sé svo afleitt plan að það, ég held að sé ekki, ég held að sé algjör neyð, því það er alveg vitað að eftir 4 ár í samsteypustjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkinguna þá kemur Samfylkingin ekki vel út úr því, sko. Nei, en þetta var nú svo sem ekki kosningabaráttan sjálf, sko, þannig að þar kemur, þú veist, þegar þið fara í kosningabaráttu, Samfylkingin, þá koma kannski áherslurnar betur. Ég held að þetta var það hvað áherslur þetta að vera í kosningabaráttunni. Heiðu fólkið var það að við erum félagsíkjuflokkur, við störum til vinstri, við erum að vinna góð mál í ýmislegu félagslegum málum. Ungliðarnir og Pétur og Kristrún hafa engan áhuga á því. Það er ekki þannig. Við vísa bara jafnaðarmennskuna svipa á sjálfstæðismenn alltaf tala um sjálfstæðisstefnuna og veit ekki hvað þetta er. Ég meina þegar Samfylkingin er að tala um jafnaðarstefnuna veit ekki hvað það er. Svona í alvörinni, sko. Það er ekki, þau eru ekki að fara að byggja húsnæði fyrir þá sem er í vanda. Þau eru ekki að fara að beygja til vinstri. Bara alls ekki. Nei. Ég er bara þannig típa, ég er svona jafnaðarmaður. Þau eru að berjast við hina flokkana, svo sem. En heldur þetta sé sigurstranglegri listi með Pétur, heldur en Heiða? Já, hann verður nú að sanna sig núna, sko. Það fer að koma í ljós núna, sko. Einar þurfti ekki að sanna sig. Nei. Kjósendur í Íslandi er ekkert sérstaklega kröfuharðir, sko. Því miður. Nei, Heiða bara virðist ekki hafa þennan kjört okkar sem þarf. Hún er mælst í skoðanakönnunum bara ótrúlega lág miðað við það hún er borgarstjóri. Þannig að hennar tími var bara komin held ég, sko. Kannski getur það máli að hún er náttúrulega með svona sína sérstöku framkomu. Ef hún væri kalla þá voru allar eftirhermur að herma eftir henni, en bara eftirhermur herma svo lítið eftir konum. Þannig hún er svolítið svona, það er eitthvað við hana, þú veist, kannski er við á þeim í þeirri pólitík að allir þurfa að vera svolítið svona slikk og einhvern veginn allir vera svona. Já, líka eftir að segja, sko, svo eftir að koma í ljós líka, sko, fyrir hvað Pétur sendur, sko. Og hann á eftir að lenda í kappræðum við fulltrú annara flokka og hann virðist vera bara óreyndur og einhvern veginn einu sinni aftalega á frambóðsins þegar Sjálfstæðisflokknum. En hann hefur mikla félagshæfni. Jú. Þannig ég held að hann plumir sig vel í kosningabaráttunni, sko. Svona ef maður ætti að pikka eitthvað út úr hópnum, sko. Þessi mun alveg náði, sko, þá held ég að hann sé einn af þeim, sko. Ég held að sama hvar hann fór í fótboltana var hann alltaf fyrirliði, ég held að. Það er eitthvað svoleiðis við hann og þannig er það bara, sem að Heiða fekk ekki. Er ekkert meira um þetta að tala. Ég var að taka hvað eru fleiri flokkar á leiðinni með svona eitthvað? Minnið það? Já, er ekki að styttast eitthvað í þetta viðreisnar prófkjör? Er það ekki bara núna? Já, er það ekki bara núna næstu helgi? Ég held að það sé vika eftir. Já, þar eru fjögur að bítast fyrsta sætið. Já. Það er meira 4. Já, það er miklu minna fyrir því samt, sko. Það er flokkur sem hefur séns, mælist oft með 2 og 3 getur lent í sér lykilstöðu. Já, getur lent í lykilstöðu. Ráðið í hvort að Sjálfstæðisflokkurinn eða Samfylkingin verði ráðandi. En það er náttúrulega, Viðreisn mun aldrei svara því. Nei. Viðreisn mun ekki svaraði fyrir kosningar. Við okkur hugnast frekar að vinna með Sjálfstæðisflokknum. Nei. Það mun aldrei svara. Nei. En að þessum 4 sem er að gefa kost á sér, hefur eitthvað þeirra verið í pólitík? Já, er það ekki þessi Róbert sem hefur verið? Já, hann er bæjarstjóri. Já, en var hann ekki ráðinn? Já, ég held það líka. Eða þú veist, skipaður svona... Var hann ekki líka í Vogum? Jú, hann er alltaf reynslu af sveitarstjórnarmálum. Já. Það er eitt frambjóðandana sem kemur inn á verkalýðshreyfingunni, Signý Sigurðardóttir, hún er félagi trúnaðarráði VR og fer reynlega í frambúð til þess að taka þessi leikskólamál föstum tökum. Þannig að ég er undar að skipti mér almennt ekki af uppstillingum flokka en ég hef haft gaman að hennar innleiki í þennan þessum málaflokka. Aðar til Leifsson kemur náttúrulega verkalýðsbaráttunni. Já, hann kemur ekki verkalýðsbaráttunni. Barðist við verkalýðshreyfinguna þegar hann var ríkissáttasemjari. Vildi sitja... vildi teygja vald síns embættis mjög langt í því að kveða niður verkföll. Ég held að hann eiginlega hraktist úr embætti út af því. Já, hann er ekki besti vinur Sólveig Önnu allavega. Ekki besti vinur Sólveig Önnu. Nei, alveg örugglega ekki.
Nú langur listi. Ha, En ég tók eftir einum daginn, hann var svona á TikTok og baka, þetta er svona vinsælt skiljið á TikTok eitthvað og hann var að baka hjónabandsæli og hann var í svona stíf pressaðri skyrtu, alveg skenna hvítri og vísu með svundu. En ég hugsaði bara ef ég myndi einhvern að reyna að baka í hvítri skyrtu. nei, já. Ég fer ekki inn í eldhús í hvítri skyrtu. Ekki maður að strauja hana sjálfur. Sko. Fólk er náttúrulega ólíkt. Já, Ég hef átt börn sem þurfti ekki smekk já, og svo hef ég líka átt börn sem hefði þurft að vera bara í alklænaði til þess að. Pollakana. já. Og Herri, þú en svo fer er líka annað, mér við þau sem sagt. Svo er önnur kosning sem er framöndan. Það er í formannskosning í Framsóknarflokki. Það eru konar 2 konur, Ingibjörg og Lilja og Willum loksins búin að segja nei. Styður Lilju. Ég er svona, ef ég bara þykist vera einhver stjórnmálaskýrandi sem ég er ekkert sko, að þá finnst mér þetta allt svona tímasetningarnar allar rosalega skrýtnar sko. Ég skil ekki alveg okkur að lá svona rosalega á að Sigurður Ingi einhvern veginn segði af sér fyrir út með svona lítinn þingflokk og svona sumir helstu kandidatunum sem allavega hafa verið að máta sinni, þetta er ekki á þingi og er ekki í neinu kjörnu embætti að hvað svona asið þetta var í framsóknarmönnum, þetta er svolítið óframsóknarlegt að flýta sér svona mikið og svo er svo langt síðan að hann gaf þetta út og búið svo langu tími þar sem er eitthvað svona hver verður og hver og Willum búin að liggja undir feldi mánuðum saman þannig að þetta er svona svolítið undarleg Þetta er ekki traustveikjandi sko. Já, þetta er svolítið skrítin atburðarás. Samlega því. Nei, það var einhver þrýstingur á að gera eitthvað. Já, allir brjálaðir, burtu með Sigurður Inga svo fór hann, þá var engin sammála hvað þetta kom í staðinn. Og það er svolítið hægt að flokkurinn verði. Alla góða byltingar. Það getur verið mjög hættulegt ástand. Sko, Lilja er sko varaformaður flokksins og Ingibjörg Yxasen er formaður þingflokksins. Þannig að þetta er svona, hvað segja, tungavíkta fólki í flokknum, báða tvær. Það gegna svona ábyrgðarstöðum. Hvoruð þeirra er með svona njóta svona afgerandi fylgis í flokknum, ég held ekki. Hvort sem að færi þetta ef það endar þannig, það var bara mikil vinna að ná þessu flokki saman, þannig að út frá því sem Hall er að segja, sko, kannski svona í sögu Framsóknarflokksins hefði verið þarna að skjóta inn einhver svona tíma, fundu einhver eldri kona, eldri maður til þess að halda utan um flokkinn í ykkur 2 ár, þá kemur svona nær kostningum og hann veit meira svona hvað hann vill og eitthvað svona. Kannski hefði það bara verið betri kostur, sko. Framsóknarmenn eru samt ótrúlega góð í að snúa bökum saman, sko. Maður er fylgst með þeim bara að fara alveg niður í ekkert og svo er samt bara allir mættir að baka vöfflur í kostningakaffi, sko. Það er eitthvað svona, og brauðtertur. Það er Birkir Jón, hann er sérfræðingur í því. Framsóknarflokkurinn langbesti flokkurinn í brauðtertur. Já, þeir eru, sko, flokkurinn sjálfur er fluttur til Birkis Jóns Jónssonar sem er hérna í Kópavogi, hann á bara heima núna í Bæjalind 12 eða eitthvað, farin að Hverfisgötunni og þar er Birkir Jón, hann er með brautarhurnar. Bara í öðru barnaherbygginu? Nei, þetta er reyndar svolítið meira. Nei, þetta er svona skrifstofuhúsnæði sem er í, en þetta er svolítið mikil breyting hjá flokknu. Það eru fleiri kosningar, það er hérna VG ákvað að fara saman með Vor í vinstri sem er hópur í kringum Sönnu Magdalínu og VG mun nefna til, hvað heitir það hjá þeim? Ekki prófkjör heldur, forval eða eitthvað slús. Og það verður næsta mánuðinn og ég sá að hérna Stefán Sagnfræðingur Pálsson, hann ætlar að bjóða sig fram í annaðsætið sem er þá 3. sæti á listanum. Þannig að það verður einhver. Þá er Líf Magnúsdóttir sem er núna, hvað hún gerir, hvort hún nær þá kjöri. Hún hefur talað eins og hún vilji halda áfram. Já. En það hefur nú komið fram hér að við teljum að hún hafi aldrei notið sko svona afgerandi stuðnings. Nei, varðinni svolítið á sko, þegar hún stökk til og sagði að það ekkert verið, Sanna væri ekkert sjálfsögði fyrsta sætið og var svo étaði hún í sig 1,5 sólarhring síðar. Já. Ég veit ekki hvort það sé spennað fyrir þessu. Því að það er möguleiki hérna, að þegar samfélkingin færi til hægri að það skapast rými vinstra megin við hana og þar geti orðið einn flokkur enn sem að vera að keppa það að ráða raunverulega hvernig meiri hlutin yrði, það væri þá Viðreisn, miðflokkur og Vor til vinstri VG. Já, ég var svona alltaf spurning hvert Pírata fylgið svona
ratar? Þetta sé ekki Ég held að ykkur möguleiki á því að þeir ákveða að bjóða fram og þeir bara nái 5 borgir, ég held að sé engin. Nei, það einhver mannskapur náttúrulega, þú veist, sem kusu það áður. Sem að myndi, samkvæmt kostingaransókninni alltaf vinstra megin við Samfylkinguna. Já. Þannig þar eru svona 20-25% kjósendur í Reykjavík, eiga sín svona náttúrulega svona habitat þar. En það bara hefur ekki verið í boði sko frambóð sem hefur náð að draga þetta til sín. Nei. Ekki öllum allavega. Mér finnst bara mjög líklegt að Sanna og Vinstri, þau ná að sópa saman öflugu liði og hrifsa til sín fullt af atkvæðum sem er búin að vera svolítið sundruð kannski í smá tíma núna. Ég held að þau Það er alltaf friðin, verður ekki svona eins og líf Það með svona það bara getur vel verið að þau verði hérna í þessar lykilstöðu sem ég nefni hérna. Það er spurning sko með VG-stimpilinn hvað hann gerir. Ég bara veit það ekki. Ég meina þeir fóru nú svolítið illa með Vinstri fylgið á sínum tíma sko, þannig að ég veit ekki hversu klókt þetta ef ég sé alveg svo En það gæti svolítið smískilningsanna í kringum þetta uppþótt. Þá er ég ekki að menna í henni, heldur bara hjá svona fullt af fólki sem ég sá á samfélagsmiðlum sko, sem að á því bara hvað svona uppstillinga prófkjöra forval í aðdraganda kosninga. Að það virtust maður ekki halda að sko oddvitarnir ætti einhvern veginn að svolítið að ráða því. Veist? Og ef þú ert oddviti þá átt þú bara einhvern veginn að hafa fylgt með það að gera hvernig þetta er gert. En sko þeir eru í framboði og þeir koma þessu máli ekkert við. Það eru Reykjavíkurfélög flokkana í Reykjavík náttúrulega sem að bara svæðisfélög flokkana sem að setjast niður og ákveða hvernig á að gera þetta. Og mér fannst einhvern veginn svona, það var eitthvað svona hugmynd þarna bara byrju fær hún ekki að ráða þessu? Bara nei, það væri mjög óðurlegt. En það ekki svolítið hjá Sjálfstæðisflokknum? Jú, það er bara mann í fyrsta sæti. Já, sko, en hún Hildur fær ekki að ráða því hvort að það er prófkjör eða leiðtogaprófkjör, þú veist, það er bara Reykjavíkurfélag sem gerir það. Það er svona hugmyndin í flokknum að Hildur hafi mikið með að gera hvernig verður raða á lista til þess að Sjálfstæðisflokkurinn komist út úr þessari glemmu. En þannig er leiðtogaprófkjör hjá þeim, að þau kjósa leiðtog sem á leiðtogin ráðaslatta. Þannig að þau sé ekki með svona andstæðinga í fyrsta og öðru sæti. Var ekki svolítið þegar Eyþór kom? Fékk hann að velja með sér? Nei, var það Jú, hann hafnaði mörgum. Kjartani Magnúsinni og fleirum sem komu svo inn bara þegar Eyþór var farinn. En þetta er mjög erfitt út af því að svona prófkjörsbaratur það rista oft djúpt sko. Þú ferði marga vikur að svona samfæra þig og allir kringu þig að þú sért æði og mótframbjóðandinn algjörð fíbl sko. Og svo bara ert þú í fyrsta sæti og hann í öðru eða öfugt. Og svo þurfum að vinna saman. Já, og það er ekkit öllum gefið að gera þetta sko. En alltaf fer eftir hversu dramatísk þessi prófkjör verða, en þú veist, þegar það kemur að persónum með leikandum, þá er þetta bara flókið. Sko. En svo er líka að segja hjá Sjálfstæðisflokknum í borginni, þú veist, það er öllum ljóst að það hefur sundurleitur hópur sem hefur ekkert gengið í takt og það hefur alveg verið erfitt, þú veist, þannig að þetta ég held að skipti miklu máli að þú sért með eitthvað samstillt lið sem er tilbúið að gangi sömu átt og stiga hvort annað í því. Með þess að rífist hver sæti hvað er í salnum og svona, sko, þetta hefur bara átöknum. Stundum meiri span á afstöðu innan Sjálfstæðisflokksins heldur en í borgarstjórninni þar fyrir utan í svonum málum. Það er meiri pólitíska andstæða innan Sjálfstæðisflokksins. En mér finnst reyndar það sem er kannski mest spennandi í pólitíkinu þessa dagana er dýnamíkin á milli Sjálfstæðisflokks og Miðflokks. Og það í könnunum og bara sko þetta er svona svolítið eins og íhaldsflokkurinn og umbótaflokkur. Já, reform í Bretlandi sko, að það eru þeir eru að flykkjast yfir og bara þungavektamenn yfir til reform en sem er kannski ekki voðalega gott fyrir þá sko. Þannig að ef ég var í Miðflokkurinn þá myndi ég passa mig svolítið sko. Ég meina Gústaf Níelsson núna farin yfir til Miðflokksins sko. Og hvaðan? Úr Sjálfstæðisflokknum? Já, ég meina hann ætlar að bjóða sig fram og ég meina hann ætlar búin að vera sjálfstæðismaður hann sagði það nú sjálfur að Sjálfstæðisflokkurinn var búin að vera með áskrift að hans atkvæði sko. Frá því hann hætti í KSML Já, allir það ekki. Þannig að þetta finnst mér svolítið spennandi að sjá sko hvað hverjir koma til með að hugsa sér til hreyfing sko bæði ég meina Miðflokkurinn er alltaf ekki sterkur í borginni sko en hann er orðinn að sé sterkur í skoðanakönnum á landsvísu sko hverjir koma til með að fara þar yfir. Meiri voni í þessum kosningum heldur en Framsóknarflokkurinn. Já, þeir eru að mælast svona með 2 inni, kannski svona 8+% í könnunum, en þeir eru náttúrulega með 22 á landsvísu og ég hef bara ekki séð alveg það sem eru að mælast hæðstir hvað skiptingin er. Það er í Suðurkjördæmi eða ekki?
Þannig að það Þeir eru mjög sterkir í suðurkjartanu. það er ekki víst að þeir séu með meira heldur en kannski 14% í þinginu í Reykjavík, sko. Og þá þeir eru eins og andlitslausir í frambóðinu, þannig að það verður ekki, ég myndi ekki hvetja fólk til þess að spá því að Miðflokkurinn sé að fá 20% í borgarstjórnarkosningum. Ég held að það sé þurfum við mikið að ganga á, sko. Við erum samt á svolítið merkilegum tímum svona í pólitíkinni. Það er Sjálfstæðisflokkurinn konið í 13,5% í nýjustu könnun til dæmis. Þetta er eitthvað sem að engan óraði fyrir og að þetta gæti bara gerst. Þau fóru neðar fyrir árið síðan, eða rúma árið síðan. Já, í svona þegar 3 vikur voru til kosninga, þá voru þau með 13,3 held ég, hjá maskinu. Og endur í 19. Já. Þær geta ylja sér við það. Já, og Miðflokkurinn sló upp í held ég næst í 80% hjá maskinu, fóru ofar hjá Gallup held ég og endaði í eitthvað 10 eða 12 mann ekki. Þannig að það er líka þannig þegar það kemur nær kosningum að þá er svona meiri alvara í því sem að fólk er að gera og ég held að það vinna á móti reform í Bretlandi sem að svona þegar vera að líða kosningu, þú sér listan og hverju þetta er og svona þá er erfitt fyrir þessa flokka að ná inn sveiflunni til sín, sko. Og Miðflokkurinn mistókst það í síðustu kosningum. Það leit svolítið vel út hjá þeim. Þegar það var bara mánuð til kosninga, mjög. Já, þetta fer svolítið eftir því hvernig Sjálfstæðisflokkurinn spilar úr þessu, sko, og hann verður að fara að taka ákvörðun það hvað hann ætlar að standa fyrir og bara, ég er ekki alveg viss, sko, ætlar hann að elta þetta, fá þetta fylgi tilbaka frá þeim, sko, eða hann er í svipari stöðu og íhaldsflokkurinn, sko, bara hvað á hann að gera, hvert á hann að snúa sér. Það getur verið að flokksfólk í Sjálfstæðisflokknum svona hugsi nýrri fórustu þegjandi törfuna. Þau eru bara að halda landsfund og kjósa upp á nýtt. Það er ekki að því við vorum að tala áðan að það er kosið og það eru verið að skilja eftir sár og sömuleitt er það persónulegt. En það er líka í hvaða félagið þú ert og Sjálfstæðisflokkurinn hefur haft hefð fyrir því að gera þetta kannski betur en margir flokkar. Að það eru kosið formann og svo eftir þá fara allir á bakveðan. Þannig að þetta er góðsögnin Sjálfstæðisflokkinn. En þetta er farið. Þetta Guðrún fékk þetta ekki. Þannig að Guðrún er bara allan daginn að reyna að sækjum sem formaður Sjálfstæðisflokksins við alla sem hann hittir. Og þannig er náttúrulega með alvarlega forystukreppu út af þessu að henni er ekki veitt umboði til þess að vera formaður eða leiða eitt eða neitt. Því það er óánægja í kring sem að lítur á hana sem tímabundi formann og margir að kannski að hugsa sér til hreyfings og geta tekið forystuna eða eitthvað slúðis. Þannig að Sjálfstæðisflokkurinn er alveg rosalega slæma ástandi sem keppnislið. Já, það verðist líka kannski vera sko að það munar náttúrulega svo svakalega mjóu þannig á mununum á milli hennar og Áslaugar í formannskjörinu þarna fyrir Já, hvað var það ekki? Það var bara sjónamunur, það var bara tæp ári. Tæp ári, það var bara eitthvað örfá atkvæði, það munaði nánast engu að þetta kjósa aftur til að fá skýrari niðurstöðu. Einhvers sagði að Andrés Magnússon og Stefán Einar hafi verið á fyllir í og ekki mætt, þeir eru geta breytt þessu. Já, það munaði mjög fáum atkvæðum og það er kannski sem hefur kannski komið í ljós að sko fylgi þá Guðrúnar var kannski ekki eins þétt og kannski fylgi Áslaugar. Þú veist, það munað þessum atkvæðum sem eru til þess að hún vann, þá er held ég mannskapurinn sem að baki hennar frambóði stóð var kannski ekki eins svona innit eins og hinnir. Þannig að það er alveg, þú veist, smá svona, þetta er flokksmenn eru ekki ánægðir með niðurstöðunar úr þessum skoðanakönnunum og hugsa sig örugglega farnir að líta kringum svo aðtöku hvort að það getur verið skynsamlegt að tefla einhverjum fram á næsta landsfundi sem er þá eftir rúmt ári, er þetta ekki á 2 ára fresti sem er landsfundir? Það er þá í mars 2027. Það getur vel verið að það sé, þú veist, og örugglega einhverjir svona að reyna að máta sig í það, sko. Rétt sem Marja segir, náttúrulega hluti af því sem að hún vann, Guðrún á, var að svona lánsatkvæði frá Gulla sem er náttúrulega, þú veist, er í öðrum lið, þannig það er ekki sami stuðningurinn, þannig að kannski er hún inn í að vera formaður í stærsta stjórnmálaflokknum eða þessu með þá sögu og er kannski með 25% sem er svona þétt að baki henni. Það er bara eiginlega, þetta er eiginlega vonlaust, sko. Það er erfitt. Það er allavega sýnt sig, þú veist, að það er örugglega ákall og samtal inn í einhverjum seglum í þessum flokki hvernig menn er að hafa seglum upp á framhaldið.
En hvers konar formaður geti það verið vegna með miðflokkinn öðrum megin og Viðreisn hinum megin að þá eiginlega íkjast átökin inn í flokknum og svona hugmyndin stóra tjaldið að verðum að velja eitthvað sem getur spannað þetta allt saman og haldið öllu góðum að það kannski ekki í boði lengur. Nei, maður heyrir svona, ég held að snúst bara fyrst og fremst að þetta sé að þeir hafi þannig einhvern formann sem bara tilbúin að ytta blýantinn sko. Þú veist, þetta orðið svolítið svona, þetta ekki alveg nú skýrt fyrir hvað þessi flokkur stendur lengur sko. Þannig að ég veist að það sé fyrst og fremst eitthvað ákall og eftirspurn eftir einhverjum leiðtoga sem getur verið skýra afgerandi stefnu og já. Ég held að, ég alveg sammála þessu og þeir sjálfstæðismenn sem ég hef verið að tala við nýlega að þetta sko að hún alltaf á móti öllu sko, það fer bara illa í þá. Ég held að þetta málþóf í sumar hafi verið bara hrikaleg mistök hjá sjálfstæðisflokknum. Þetta bara fór illa í marga sjálfstæðismenn út á landi sem að Já, og þetta einhver svona og ekkert jákvætt sem að kemur frá þeim sko. Ímyndar vandi sem kannski, þú veist, eins og þú veist þegar þú reynir að breikka þig og höfða til margra þá endar þú kannski með að höfða ekki til neins sko. Þú veist, ég held að það er svolítið bara að raungerast og það er eitthvað ákall eftir einhver svona skýrari áherslum og skýrari stefnu. En þau eru náttúrulega vön líka að vera við völd. Það er óslega skrítið ef þú ferð alla jafna með völd að finna þig í hinu hlutverkinu sko. Mér finnst það alltaf svona skína svolítið í gegn bara, það er bara eins og þau sé bara Bíða eftir að koma á staftur. Ég hef bara valdað, þau bara kunni ekki hlutverkinu sko. Þau geta það ekki, þau segjum að sjálfstæðisflokkurinn sé ekki í ríkisstjórn einhvern tíma á 10. áratugum eða eitthvað tímann að þá er svona næstu samkomulega með þjóðarinnar að þetta sé svo stór flokkur að öllu líkjum hann að koma inn aftur. En ef að þau eru bara með 15% í skoðanakönnun þá er ekki að pæli því. Þannig það sem að sessin sem að við gáum sjálfstæðisflokknum. Við erum ekki að gefa hann vegna þess að það er ekkert í kortunum sem segir hann eigi að fá hann sko. Þannig að ég held þessi alveg í rosalegri svona tilvistarkreppu. Já, ég held líka það er stóra máli. Sá eða sú sem er formaður í stjórnmálaflokki verður að hafa alveg ótvírætt svona búin að ná þingflokknum til dæmis alveg til sín. Ef ekki þá er alltaf vesinn sko. Hershöfðingi sé í baráttu í tjaldbúðunum áður hann fyrir út á vígvöllin. Það er algjörlega glatað sko. Já. Það er bara enginn sem ræður við það sko. Það er, og þú veist að tala sára í átökum meðal sko, flokksfélaga í prófkjör og svona. Það verður enginn sárari heldur en eftir átök við Samherjana sko. Þannig ef þau eru átök í herbúðunum að þá er þetta náttúrulega höfuðlaus sko. Sömuleyti er flokkurinn eitthvað í fastum þar. Já. Það er formaður verður að vera númer 1. Já, svo er því að maður fylgjast með þessari tilvistarkreppu. Sigurður Kári er komin fram á vígvöllin sem svona wise old man svolítið. Ég held að sé ekkert að sækja beint að fara aftur á þinga eitthvað, en hann er svona greina flokkin. Og einn greiningi sem að sjálfstæðismenn dreif út allt. Og ég hugsaði bara, er þetta í alvörunni lausnin sko? Því hann er þar að stillir sjálfstæðisflokkur bara upp sem nýfrjálshyggjuflokki. Að það sé eiginlega það sem hann er. Hann er ekki afturhald og þjóðernis dótið þarna sem að miðflokkurinn er. Og hann er ekki Evrópuflokkur og eitthvað svona, en hann er stendur með bara lægri sköttum og bara byrjar að þylja upp alla nýfrjálshyggjuna sko, sem að ég held að þessi engi stjórnmálamaður í heiminum sem að þorir að leggja á borðu lengur sko. Trump felur sína og það er Liz Truss er síðasta sem að koma fram með þetta og var hlegin í burtu sko. Já, en Sigurður Kári kannski bara í eigin nafni með þetta kannski. Já, ég er bara að segja því að það er svo dreift svo víða og kannski að því að menn er í vandræðum að þá segja menn já einmitt segja menn þú veist eins og maður segir stundum að ef þú ert að drukna í Kyrrahafinu og sér reik við sjálfstæðisríki á Vingaru þú veist ekki fræðilegu möguleiki að þeir sjá í þig. Þannig að þegar þú ert í miklu vandræðum að þá finnst þér allt vera góð tíðindi. Þannig að kannski var það ástæðan fyrir að menn voru að dreifa þessu. En ég hugsaði ef að þetta er hugmyndabaráttan inn í sjálfstæðisflokknum. Þetta er náttúrulega bara samt það sem hann er að segja og það er bara það sem sjálfstæðisflokkurinn hefur staðið fyrir og gefið svo út fyrir að vera einstaklingsfrelsisflokkur og hann náttúrulega þekkir þetta rosa vel, ég menna hann er búin að vera í þessu frá því að hann var bara fermingadrengur, þú veist, og hefur verið þannig að hann er held ég mjög læs á stöðuna og ég held að hann sé alveg, þú veist, með einhverja hugmyndir í kollinum hvernig þetta er að laga þetta.
En það sannlega bara þessi hugmyndafræði sem þessi sjálfstæðisflokkurinn hefur bara haft að leiðaljósi og hann kannski meira að dusta ríkja af því, sko. Sjálfstæðisflokkin í frjálsíkjöruna. Þú gæti farið til Bjarna Ben Eldri og sagt að við að fara í að vera svo kristilegi demokratar. Við að vera með opin faðm og hugsa vel alla. En hann mætir bara með Já, það þetta. Hann vil skerpa áherslurnar. Hann greinilega En þannig að sjálfstæðisflokkurinn sem hann komst til vits og ára í. Þetta hans sjálfstæðisflokkur viðskiptaráðs. Upp á aldamótum sjálfstæðisflokkur. Hver vill það? Það bara það flokkur sem enda með 6% fylgi. En ég meina í þá daga var sjálfstæðisflokkur með bara jafnvel yfir 40% fylgi. Það var annar tími þá. Já, sannarlega. Síðan afhjúpaðist inn í frjálshyggja. Já, sannarlega. Svo bara, þetta bara eitthvað sem við erum að sjá gerast núna og hann hefur verið duglegur að mæta mitt í svona einhvern podcast og viðtöl og með þessar áherslur og hefur verið duglegur að setja sínar hugmyndir niður á samfélagsmiðla og annað. Mér finnst ekki ólíklegt að hann geti verið eitthvað að máta sig inn í þetta. Ég vil trúa því. Hann tekur sér pláss í þessu mitt. Og hann búinn að vera núna í burtu, hann búinn að vera í lögmennskunni allmörg ár og svona, reynslan farin að færast yfir. Hann taka stöðu Óla Káar, með hvað hann, Óli Björn Kárason. Óli Björn Kárason. Já. Hann var svona frjálshyggjumaðurinn í hópnum. En það heyrist ekki til hans. Það lítið heyrst til hans. Ég hef reynt að fá hann hingað, hann svarar ekki inn innu. En svo held ég að bara þessi sérhagsmunagæsla fari rosalega illa í marga og sérstaklega kannski á landsbyggðinni þar sem að menn að sjá það að þessi sérhagsmunagæsla bara ekkert að þjóna þeim lengur, sko. Hún komin út fyrir allan þjófabálk, sko, og ég held að þetta skipti máli fyrir marga sem eru til hægri og vilja fá sjens í lífinu, vilja standa á í fótum allt svoleiðis. En svo það bara sérhagsmunagæslan sem að kemur í veg fyrir það, sko. Já, svo náttúrulega sjáðu líka, sannarlega stór hluti af því fylgi sem hefur farið yfir í miðflokkin eru óánægðir hægri menn sem finna sig ekki í sjálfstæðisflokknum vegna þess að þeim finnst hann ekki vera nógu hægri sinnaðis. Og þar bara, þannig að ég held að þetta snúist að reyna, þarna einhver mannskap sem vill reyna að sópa því fylgi aftur inn í hægri þýðir ýmislegt, sko. Sigur Kára þýðir það nýfrjálshyggja. En margir sem að fara yfir í miðflokkin finnst það bara ekki vera nógu harðir í einhverju svona hægri stefnu sem ég veit ekki alveg hvað sko. Sem svona þjóðurnishyggja og afturhald, óanægja með að frelsisbarátta kvenna hafi viljað gengið of langt og við kallandir hættum að rata einhvern veginn í heiminum að þeir koma alls konar svona hópar sem hafa bara skoðanir, rödd og hýja og jafnvel á okkur. Eitthvað svona, hellinga fólki sem fara úr sjálfstæðisflokknum yfir í miðflokknum bara út af einhverju svoleiðis, menningarlegri óanægja. Já, uppnámi. Menningarleg uppnámi. Þau eru með svo sem þingflokksformaður þeirra í miðflokksins sem kemur alltaf beint úr sjálfstæðisflokknum. Nýfrjálshyggjuarminum. Já. Það Sigríður á Andersen og svo Bergþór, hann náttúrulega var sjálfstæðisflokknum. En ég svo einaði minni sem með svona geopolítiskan kvíða ofan á minn enga kvíða. Mér heimsmálinn svo ofarlega í huga. Hvað hugsaðu oft Trump? Já, ég mitt það, það bara skrítið þegar maður farin að vakna mótnana og áður en að maður aðtöga hvort að segja skólasund eða Sparnesti þá bara fer maður fréttarhingin til að aðtöga hvað Trump hann í nótt. Hann alltaf Já, og þetta finnst mér bara skrítið. Hann greinilega bara búin að bóra sig inn í hausinn á manni. Já, það rétt. Og mér finnst þetta bara, þetta mér finnst bara viðmanni allt innu á örfáum vikum þá blasir viðmanni einhvern veginn algjörlega, breytt heimsmynd og ég var að spá í þessari ræðu þarna sem hann hélt í Davos með svo ótrúlegt hvernig hann muldrar þarna í rúman klukkutíma eða hvað var og hann talar svona eins og hann sé bara með vini sinum að drekka bjór þetta er ekki eins og hann sé að tala á risastóru Nei, við alheiminn Já, meðinni hann bara svona talar eins og maður myndi bara gera með vinum sínum í með trúnaðvinum sínum í raun og veru Þannig að mér varst þetta bara mjög skrítið og ég er búin að vera að spá aðeins í þetta og hann talar gullhvelfinguna, þessi Golden Dome og ég sem þetta varnarkerfi, þessi varnarhjúpur sem hann leggur gríðarlega áherslu á að verði í funksjón yfir Bandaríkjunum
verndarhjúpur, einhverja gerfinnatta og einhver tæknibúnaður sem að geta tekið niður allar loftarásir og ég veit ekki hvað og ég held þar kemur þetta Grænlandsmál inn því að hann einhvern veginn er búin að sjá það bara að það skiptir öllu máli að hafa Grænland með og mér finnst mér merkilegt að þegar maður er að skoða heimskort, þú veist, en ef maður skoðar það, þú veist, ofanfrá þá blasir við manni, þú veist, mynd sem maður bara hefur ekki haft fyrir augunum sem maður var hérna í meðlagsskóla að sjá heimskortið þar og þá sér maður bara út á hvað það gengur og stundum núna síðustu vikur þá hefur mér liðið svona eins og kannski bara svona óbreyttur starfsmaður í ykkur stóru fyrirtæki og þú að því að það er svo margt sem kom fram í ræðu Trump sem bara komið svolítið svona óvart, þú veist, og ég fekk smá svona tilfinningun eins og hann vissi bara aðeins meira en við erum að geta fengið upplýsingar hann er náttúrulega búin að vera á einhverjum sáttafundum með hinum og þessum út allan heim og maður einhvern veginn sér allt í einu, þetta er eins og sérst að vinna í fyrirtæki og þú veist að það er einhver ágreiningur í hluthafahópnum en þú veist ekki alveg hvað það er sko, en það seytlar eitthvað smáaði niður á gólfið og við erum einhvern svona að reyna að púsla saman myndinni á þess að hafa hana og gera eitthvað grein. Ég held þetta snúist miklu leyti einhverjar svona valdablokkir stórvelda sem maður er hræddur að hugsa þú veist, þetta snýst Kína, Rússland og Arabaþjóðirnar og þetta er orðið eitthvað svona og það sem er svo skrítið í sem breytta heimi, það er orðið svo óbáslega stutt á milli fólks og það eru svo stuttar boðleiðir og það er svo miklar upplýsingar en á sama tíma hefur kannski aldrei verið eins mikill glundroði og óreiða og fólk veit ekki alveg, þú veist, tröstið er farið tröst á stjórnvöldum, tröst á fjölmiðlum og það hefur minnkað einhvern veginn í sama hlutfalli og upplýsingarnar og tæknin það er eins og við höldum ekki alveg við framþróunina, sérstaklega á sviði upplýsingatækni og allra þessar fjarskipta og þessar tækni. Er þetta ekki að snúast, er ekki bara völdin heimsifirráð og hvernig þetta valda jafnvægi veraldarinnar er að færast held ég bara núna upp í bara í þessi gerfinnatta sambönd sem við einhvern veginn bara erum kannski ekki alveg nú upplýst fyrir ekki hvað ég er búin að vanta mikið en ég er bara mjög hissa einhver vegna þess hver er forseti Bandaríkjanna já, og svo náttúrulega veður hann bara áfram hann leikur stærsta hlutur í þessu og hann vekur ótta hjá fólki og þá er bara svo það verður þessi glundröð og fólk verður óttastleg og það verður aldrei teknar góðar ákvarðanir í einhverjum svona geðsræðingu þannig að maður er bara svona að anda í kviðinu og ég held að það er alltaf að tala Ísland það sé svo fjarri þú veist að við séum svo örugt og friðsamt land fjarri vígaslóð en ég bara, nei, nú held ég að við séum bara á mjög einhvern veginn krítiskum stað og þá er bara landfræðileg stað okkar, þú veist, svo mikilvæg og það er bara eitthvað sem nær tilmanns. Mér fannst reynda fréttir vikunar eiginlega bara í fyrsta skipti í langan tíma það sem að ég hef verið svolítið bjartsýnn á framtíðina vegna þess að hann alltaf algjörlega spennti bogan allt of hátt á Davos og þetta fór bara mjög illa onni marga og hann er fann að gera fleiri og fleiri mistök og svo kom alltaf ræða ársins hjá Carney og allt í einu er bara komin smá vonaglæta það hvernig við og allar Evrópuþjóðir og Kanada og fleiri, hvernig við getum brugðist við honum. Og það er bara komin, þarna held ég að það sé bara komið svolítið svona roadmap í því ég held það og allt í einu Starm er farin að sem er búin að vera eins og rjómi og smjör allan tíman við hann Þannig að ég held að viðspyrnan sé byrjuð Já, en hann hótar náttúrulega þessum tollum og þú veist, þetta er orðið eitthvað svona viðskiptastríð Já, en svo verður ekkert úr því Nei, en þú veist, þetta er bara eitthvað þú veist, þetta er bara orðið eitthvað Hann fara að kalla hann taco, Já Trump always chickens out Sáu þið samt hvað gerðist þarna eftir þessa ræðu Ég held að dagurinn hafa alltaf verið liðin Þú veist, þá voru þeir búin að ná einhverju virtust vera lendingum, hvernig þeir ætla að haga varnarmálum á Grænlandi í einhverju samkurli. Allt í einu bara svona róast, hann sagði ég ætla ekki að beita hervaldi, svo var einhver fundur og allt í einu svona, þú veist, róast það. Og mér sem ekki hafa fengið kannski alveg, nei, já, nákvæmlega, fenguð það. Ég veit ekki, ég fylgist mjög vel með fréttum og ég hef ekki séð og það er leinilegt, þetta er öryggis og varnarmál, þetta er allt svo mikið leini og það er það sem maður er að skynja betur og betur
við erum bara ekkert inn í þessum herbergjum. Við fáum ekkert að vita heldur hvað var ákveðið inn í herbergjum. Það mjög stórt svona herbergi hérna Suðurnesjum sem Já. bandaríski herinn og og með ansi miklar heimildir og hefur fjárfest ansi mikið og staðið mikil uppbyggingu á síðustu árum og en sko mér finnst ágætt sem þú segir Kjartan svona lítið á þetta sem smá vona, það sem hefur náttúrulega verið stressandi hefur verið sko hvernig hann búinn að láta og hvernig Evrópa hefur svona hlegið taugaveiklunarlega í kringum hann sko og maður fekk svona tilfinninguna að hann verið svo, mér leiði svo þegar þau höfðu að lesa eitthvað svona bókina bara eitthvað þú veist, how to control your narcissist partner eða eitthvað, þú veist, af því þau voru allir í einhverju svona bara við bara sleikjum hann upp og reynum að láta hann fá það sem hann vill og reynum að stýra hann þannig sko en svo bara tók hann alltaf meira og meira skilji og það alveg rétt að loksins var Evrópa eitthvað aðeins að segja bara heyrðu við eigum líka alveg okkar tæki, þú veist, við getum líka svarað og og við þurfum að vera tilbúin að gera það og auðvitað þú veist, komið auðvitað smá svona kraftu frá kanadíska forsætisráðherranum með hans ræðu en það var náttúrulega tvennt sem gerðist sko í þessu Grænlandsmáli, það var annars vegar það að Evrópa byrjaði eitthvað örlítið svona að reyna að rísa upp og hins vegar að fjármálamarkaðirnir hrundu þess að tóku dífu og þetta tvennt virðist hafa haft áhrif á hann en svo núna fyrir Hæstarétt í Bandaríkjunum, þú veist, það bara verið að bíða eftir því að Hæstaréttur kveðu upp þessum dómum það hvort að hann megi beita tollum með þessum hætti og það auðvitað það sem við bíðum eftir og vegna þess að það ýmislegt sem bendir til þess að hann megi það ekkert sko, það bara spurning hversu sterkur tök hans orðun á Hæstarétti en síðan bara meðan þetta í gangi, hvað er að gera til Venesúela? Það er bara fólk, það er bara eitthvað hvað með Epstein-skjölin en ég held líka að þetta sé samt sko einhvern veginn að því að maður velti líka fyrir sér þú veist, hann svona raskjaldi Evrópa, bara girti niður mann og annan og gerði grín og Sleepy Joe og talar hann hafi verið og fólk hlær já, með þessum kannski smá svona taugaveikluna látri en maður velti líka, svo bara held í samt sko, Evrópa hefur einhvern veginn eitthvað sofna á verðinum og ég held að þessi kerfi sem voru búin til eftir kaldastríð, þú veist, þau eru bara þess að úreldast og það þarf einhvern veginn, þú veist, það komi eitthvað svona ný mynd, þú veist, þetta er ekki lengur eins og ég heldum að það væri og þetta er óbúslega erfitt eins og fyrir foreldra mína sem nú miklir hippar og voru bara á tánum sokkalausi Kaupmannahöfn á svona byltingarárunum á hippatímanum, þú veist, þeim finnst bara erfitt að hugsa bara nú er börn og barnabörn okkar að fara inn í ykkur veröld sem er bara, við höfum aldrei óra fyrir að geti verið, þú veist, þetta er skrítið, þetta er bara ofabúslega skrítið stað sem hefur gerst, eða allavega svona afhjúpast núna, bara eftir, á þessu raunveru vil ég segja kannski eina ári eftir að Trump tók við völdum aftur. Það er nú gott að 68 kynslóðin fái svolítið sjokk og átt að segja á því að þeir eru kannski ekki að skila svo góðum heimi. Þeir eru verið svolítið ánægð með sig alltaf. Já, við erum með viðtöl við fólk og þetta er bara raunverulegt að fólk er bara, sem er af þessari kynslóð, er eiginlega, það er eins og væri bara að horfa á ævistarfið þetta í rúst eitthvað. Þú ert að skila heiminum bara, og það er fyrsta kynslóðin kannski sem upplifir að við erum að skila heiminum bara miklu verri heldur en við tókum við honum, en okkur fannst við að en svo líka ég hagfræðingur í grunninn og ég hef haft svona nörda áhuga á svona líðfræði svona mannfjölda og þú veist, það finnst mér líka pínu hræð með þessir bara hvernig aldurstreifingin í Evrópu og verðanlega á Íslandi líka, þú veist, það eru þessi bara öfugu aldurspíramítar, þú veist, þeir eru bara svo píramítar á hvolfi, þú veist, að því að þarna, og maður spyrst þess hvað áhrif hefur það bara á velferðarkerfin og allt sem við þurfum að hafa í góðu lagi. Og fellur mjög hratt fæðingatíðni. Já, þetta er alvörunni, alvöru mál sem þarf að skoða. Kannski málið að hugsa almennilega um barnafjölskyldu. Já, það er eins og fólk eyðileggi ekki leikskólakerfi. Þetta er gennámsnitt í allri Evrópu og einna verst, þú veist, á Ítalíu og eitthvað stað svona. Og þetta er bara hryllilegt menningarleg staða að ef það er þannig, eða þetta er ástæðan, að fólk vilji síður koma með börnin í hennan heim vegna þess að hann er þannig að það þarf að bjarga honum og það er ekkert sem getur bjarga heiminum meira heldur en við komum með börnin í hann. Þannig að við erum komin inn í eitthvað svona förðurlega, svona menningarlega stöðu sem er
svolítið ógnaleg sko. Ég minna það er erfitt að finna sko menningu sem hefur verið í þessari stöðu. Sko ég á afason í Stokkhólmi sem verður 19 ára á þessu ári og þar er herskylda sko. Einmitt. Og fyrst þegar var að tala þetta sko, já, það er ekki bara fínt. En svo núna er maður bara nei. Svo er annað sem gleymist líka. Sýnir kannski hvað við erum einhvern veginn, sjáum kannski ofta ekki lengra nef okkar nær hérna á Vesturlöndum. Þú veist, ég meina það, hvað er ekki, 350-400 milljónir í Bandaríkjunum, svo er Evrópa kannski 500 milljónir í hvað er, síðan er hérna Rússland, hvað er það, 140-50 milljónir, síðan eru bara 7 milljarðir manna hinum einn á hnettinum í Suðaustur Asíu, þú veist, sem einhvern veginn. Við erum að verða neðamálsgrein. Já, þetta er svolítið skrítið hvað við höfum verið hérna, einhvern veginn bara eins og enski götuhestar með ykkur hérna, horfa bara hvað er að gera sig ykkur með Atlantshafið. Svo er bara hérna massi mannkins hérna náttúrulega, ef við tökum bara heimspólitíkina, þá er heimskipan sem að Bandaríkin komu upp eftir hérna stríð er að hrynja. Meðal annars vegna þess að Bandaríkjamenn hafi ekki trúan lengur, þau vilja bara út úr öllum alþjóðastofnunum, virði ekki alþjóðalög, þannig að þeir bara ganga frá þessu. Ég veit ekki með þessa hugmynd hérna kanadíska forsætisráðherrann að millistór ríki geti byggt upp heimskipan. Það hefur ekki verið gert áður, en það þarf þá eitthvað sko rosalega nýsköpun í pólitík og diplomatíu ef það á að vera, ef að millistóru ríki búa til eitthvað nýtt heimskerfi og Bandaríkin, Kína og Rússland sætti sig við það. Það þarf allavega að við erum ekki komið þangað að sjá lausnina þótt að hann hafi sko tjáð viljan það. En þá er það spurningin, getum við búið til viðunandi heimskipan ef að Bandaríkjamenn vilja ekki þess sem er með Kína? Ég maður kannski, sko, hvernig eigum við að vinna með Britt, þeir ekkert að fara. Svo náttúrulega verður líka ekkert að hugsa, þú veist, hvernig eigum við að vinna með Rússlandi. Rússland mun verða alltaf, nágrann Evrópu, þannig að þeirra hrýnur. En það gerist líka, mér finnst það fallegt sem einhver hefur sagt, sko, að þeirra heimur hrýnur áður en næsti verður til, þá fara tröllin á stjá. Og það er svona það sem að maður verður svolítið að passa sig á þessu. Eru ekki okkur þar? Við erum okkur þar sko. Þess að verður maður svolítið að passa sig á því sko að ekki elda tröllin kannski í öllu sko. Nei. Af því að þau eru ekki að fara að byggja upp heiminn sko. Þau eru bara eiginlega sjúkdómseinkenni á okkur svona tilteknum tíma sem er. Þannig við verðum að hafa eitthvað svona fókus það hvert ætlum við að fara með samfélagið. Hvernig samfélagið ætlum við að byggja upp að þeim sem ekki ætlum við viðbröðum við tröllunum sko. Nei. En við erum svolítið hrædd við þau núna sko. Þau eru bara svo fyrirferðarmikil og þau fá allt plossið og traðka á alla, traðka á innflytjendum í heimsluta það sem að væri bara komið friður og væri ekkert svona vandamál. En svo bara núna, þá kemur það náttúrulega bæði austan og Sjáu líka, hafið tekið eftir þessu hérna með hvernig Trump var með Elon Musk alltaf bara inn í Oval Office, þú veist, og hafa með honum og svo fóruð þeir einlega á fílu. Það ekki? En allt í hennu núna er hann komin það ekki aftur. Gæti það verið, menn hann er með þetta hérna þessar gerfinata lausnir og er bara með þetta Starlink og allt þetta. Vist, er þetta málið? Þetta er þessu okkur vísindaþrilar. Ekki fyrir mig, takk. Og mér finnst svolítið lítil, sko, ég myndi vilja sjá hans meiri umfjöllun þessa gullhvelfingu, út af hvað hún gengur og hvað þetta, þú veist, er þetta eitthvað sem er það sem í raun og veru skiptir máli. Það er bara menn að búa sér til varnarstöðu og það þarf einhvern veginn að vera eitthvað jafnvægi þessir stórveldis fyrirliðar geta sagt sér við sko. Það kann maður eins og samsæliskenning en sko það var eitthvað sem sagði í vikunni að Trump er valdamesti maður sögunar og þá var það sko völd Bandaríkjaforseta eru svo gríðarlega og hann hefur sópað til sér svo völdum en líklega bara alltaf ekki bara þessi valdamesti maður sögunar. Elon Musk það verður engin auðkýfingur haft önnur eins og völd og hann bæði í kringum auðsinn og hann stýrir X og fleira og hefur bara gríðarlega völd og er hluti af ríkisstjórn sem er að svona komi í gegn hans hugmyndum. Þannig að við erum náttúrulega í einhverju stöðu þar sem allt sem hamdi auðvaldið og fasíska tilburði stjórnvalda eru bara beltin okkar laus einhvern veginn. Það er búið að gefa bara milljarðamæringum heiminn sko og lýðræðið og svolítið áhugavert út af því að ég sitt í stjórn New Economics Foundation sem er svona hugvita á sviði efnahagsmála í Bretlandi
og og þar var sérst í samvinnu við LSI gerð svona rannsóknar sem var að tala við milljarðamæringa og verkefni gengur út á það að reyna að skilgreina að því að við erum með svona línu sem er sárafátæktarlína, allir sem er fyrir neðan hana eru sárafátækir, en hugmyndin baka verkefni er að skilgreina hvað er ofsaríkidæmi, þú veist, hvenær er einn einstaklingur og svo ríkur og það farið að skaða þið veitir samfélagið í kringum hann. Og bara stórleita milljarðamæringum telja bara að svo sé. Þú veist, meir en helmingur þeirra hefur áhyggjur af áhrifum milljarðamæringa á lýðræðið. Stór hluti þeirra vill ekki börnin þeirra segja drík og þeir sjálfir. Þannig telja að sé eitthvað svona, það getur bara verið vont fyrir þau, sko. Og þannig að meiri sé að þeir sjálfir hafa bara mjög miklar áhyggjur af þessari stöðu. Og við bara höldum áfram að gefa þeim meira og meira og meira. Þú veist, þetta er alveg, leifum við öllum mólunum að já, þessi tæknir í þetta er gervigreind, þetta er kapplaup, þú veist, þetta er eitthvað bara þessi þetta gervigreindar kapplaup, þar sem eru bara tæknir í þessar. Þetta finnst mér mjög svona Já, viðspyrnan gagnvart þeim sko er voðalega veikburða og eins og Breta núna er að tala hvort að ég banna X út af þessu grokkdæmi nektarmyndunum sko meðal annars bassmóðir hans Elon Musk sem er núna búin að kæra hann fyrir það sko en svo gerist ekkit og en ég held að við megum heldur ekki gleyma því sem er bara að gerast innan Bandaríkjanna en þess að við erum búin að tala það sem að bara sko áhrif þeirra á heiminn en ég meina voru ekki fréttir í gær af aftöku nummer 2 frá ICE og ég held að þetta sko þetta er eitthvað að ég man þegar sko Black Lives Matter dæmið var í gangi og þegar Trump sagði bara, geti ekki bara sendt inn herinn og bara látið skjóta þetta lið og hún var sagt að það var ekki hægt en ég held að hann var alveg ís til þess að fara niður þá leið og þá verður bara þá bara hrinu samfélagið að innan sko í Bandaríkjunum og það er við erum alveg að sjá bara mjög stóra sprungur þar sko og þetta æstæmi er alveg sturlað, algjör sturlað. En svo er það samt einhvern veginn þannig, þú veist að fólk bara, margir kjósa bara með veskinu sínu, þú veist og þegar fólk sér síðan bara einhvern veginn það er eitthvað auðveldara, hefur meira milli handana. Já, en það er ekki heldur. Nei, það er ekki heldur að gerast. Já, það er samt bara... Það stærstu vonbrigðin með svona þróun mála undanförnum misserum hvað viðspyrnan er veik og hvað fólk er rosalega fljótt að normalísera eitthvað sem er fullkomlega óeðlilegt. Allir hræddir, sko. Enginn þarf að taka afstöðu, enginn vill sitja afkomu sína í hættu og maður sér allt í einu bara, heyrðu, þetta getur eiginlega farið sko miklu lengra sko. Nei, minna meiri sér háskólarnir í Bandaríkjunum lúffuði. Já, og þið sjáu líka hvað er að gerast þannig að hann er farin að hafa áhrif á kennsluskrár í mikilsvirtum stofnunum og CBS háskólum. En svona minna þið sjáuð alveg svona miniatúr útgáfur af þessu, þú veist, hérna á Íslandi og allt í kringum ykkur. Ólíkarkisma. Já, ólíkarkisma, líka bara þetta sko þú veist, einhver svona sterkur og ofbeldisfullur inn í einhverjum félagskap eða eitthvað sem að fer fram með offorsi, þú veist, fólk sem er vondu aðra, hæðist og öðrum, allir hlæja, svolítið fyndið sko og svo farið að útskýra fyrir nei, þetta er ekki það sem hann er að meina sko, það sem hann er að segja hann er nú stundur svolítið erfiður og bara fólk fer bara í eitthvað spíral og ég bara, við verðum að vera með svolítið sterkan kjarna sko og þú veist, þú þarft ekki að mætt svona ofbeldi og þú veist, og svo bara, og þeir sem að rísa upp eru bara teknir niður þú veist, og auðvitað er þetta ekkert á þessum sama skala en ég bara segja, við sjáum þetta í samfélagi og verkefnið er bara hvernig byggjum við okkur sjálf og bara okkar samfélag upp í að láta þetta ekki viðgangast. Ég finnst eitt svolítið merkilegt að því að þú veist, núna svona fer ég svona inn á fullorðins vinnumarkað upp úr aldamótum og kemst svona til pólitísk svits og ára og mikið í þessari kvenréttindabaráttu og eitt af því sem að sko við gerðum, feministar í Íslandi er að sem náðu mjög miklum árangri fyrir hönd samfélagsins í okkar baráttu að það var svona regla sko að við tölum aldrei útlit kvenna. Þú veist, ég er ekki bara eitthvað sjáðu hvað hún er í hallarslegri peysu eða eitthvað að það var bara svona regla og smám saman agaði samfélagið inn í það að það var ekki alltaf verið að tala konu niður út af því að það var einhverjum asnalegum sokkabuxum eða eitthvað og núna er þetta bara komið bara á fullt aftur þú veist bara verið að gera grína útliti, klæðaburði
þú veist, íktasta dæmi að líka einhverju konu við skerpukjöt og fólk bara hvað hlæja með. Nei, ekki að Mér finnst þetta bara ekki lægi, sko. Það líka fólki sem mætir á samkomu hjá þeim þar sem þeir eru að veluna, sko. En þetta er ekkit bara þeir einu sinni, þetta er bara orðið frekar algengt, sko. Einhverja ljótar sokkabuxur og þess asnalegi skór og mér finnst þetta bara ótrúlega sorgleg þróun. Þetta er árið sem eru frá Trump. Það er ég hata andstæðinga mína og þar lendi ég og þeir eru landráðamenn og þar lendi get ég sagt allt í Það gera lítið um þeim. Það er öll meðul rétt og þá kemur bara eitthvað svona yfirgengilegur dónaskapur, bara flæðir yfir allt. Og þetta étur fólk upp alveg eins og stjórnmálaskoðunum. Heldur betur. En haldið þetta að sé þá komið til að vera? Að ég er ekkit viss um það, sko. Nei, ég held að þetta sé smá svona skringistímabil eins og þú ert vísa í þetta tröllatímabilið. Ég hef trú á því að þetta sé smá svona hugmyndafræðileg eyða þar sem einhvern veginn allt er í uppnámi og er ekki búið ríki er ekki búið að setjast og menn er ekki maður bara vonar að komist eitthvað jafnvægi á þessi heimsmál það sem getur verið það gerist ekki sjálfs. Nei, það gerist við þurfum að berjast mikið fyrir því. Já, og þess vegna ég ger ráð fyrir þegar við hlusta á Óla Ragnar Grímsson í Silfrinu á mánudag og mér finnst það mjög athyglisvert að heyra, þú veist, ég gæti ekki betur skilin hans svona vera hvernig best fyrir okkur hérna á Íslandi að haga málum, sko. Og svo ég tók út í svona, bara nú skulum við bara hafa okkur hæg, sko, þú veist, við skulum bara ekki vera að sperra okkur eitthvað inn í þetta núna. Það var svona sem að, þú veist, nei, Kortur seinna hélt Trump ræðu og nefndi Ísland 5 sinnum. Já, greina samt, eða ekki eitthvað mismæl, en ég veit ekki, þú veist, erum við ekki á okkur óbúrslega skrýtnu stað þegar að það er best að bara einhvern veginn, eins og fólki úti sem þóttist að dái, það lifið af. Nei, reyndar ekki öll, sko. Nei, en einhver. En þetta er eitt af því sem er sagt, ekki þykjast fyrir dáin. En mér minnst svolítið fyndi komið úr honum sem var nú frekar fyrirferðan mikill karakter og sjálft að láti lítið fyrir sér fara. En nú þessu kjarnar þetta inn í þessa umræðis núna ingang okkar í Evrópusambandið og það er fólk sem hugsa bara í fótinn eigu að stíga, þú veist, eigu að halla okkur að Evrópusambandið. Ég hefði fyrir kannski svona í vor þá rættum við þetta stundum að bara ekki hringi í hann þegar Kristrún og fleiri voru að tala um að hringi í hann. En mér finnst sko það sem hefur gerst á síðustu vikum bara eiginlega eftir árásina inn í Venezuela og ránið á Maduro sem var réttlætt með því að okkur vantar bara oljuna og ekkert verið að réttlætt þetta á neinn annan hátt að það fannst mér vera og þá voru Bandaríkjamenn sem byrjaði að tala um Grænland strax í kjölfarið, ekki það að bytta á hann við okkur sem kom. Að mér finnst það breytingin voru svo mikil að ætla að vera play dead gagnvart þessu. Ég held að ég sé bara stórkostleg mistök. Við höfum að bara hlaupa allan heiminn að reyta að einhverjum bandamönnum til þess að verjast þessu. Því að og það að vera leika sér veikan á móti þessu. Að hann bara ræðst á það. Hann virðist vera bara eins og svona bulli á skólavelli leið og sýnir eitthvað svona ótta eða eitthvað. Hann veigrar sér ekki við, þú veist, hann hlýðir ekki við það. Hann ræðst á því sérstaklega. Hann getur alltaf að fengið sér Ísland bara í morgunmat. Hann alltaf með, veist. Nú sagði hann Ísland, þannig að nú verður fundir, það verður kort og benda þetta er Ísland. Það verður útskýrað Ísland fyrir honum núna til þess að hann geti sagt að hann hefði ekkert verið að mismanna sig, hann var að menna Ísland. Við erum greinlega búin að lyfta brúninu og öllu sem á okkur horfa og hlusta. Er ekki allir kátir Við erum allir. Nei, sko, erfiðum tímum. Stundum er sagt að ég sé svartsýnn og þá sagði ég, nei, ég er ekki svartsýnn. Sko, ég þori að horfa á mjög erfiða stöðu án þess að missa kjark. Það er bjartsýni. Það er svartsýni að alltaf skiptum rás í vonum og heyrir ekki slæm tíðindi. Það er ekki til svartsýnn fólk og við erum ekki að hlusta á það. Við hlusta á bjartsýna fólki. Joe Hill, með dreymdi nótt ég sá Joe Hill, hinn sanna verkamann. Hann sagði, don't mourn, organize. Ekki gráta bjöðbónda, bara safna liði og gera þetta. Það er þetta kannski að þú ert að leggja til. Já, þá verðum að greina ástandið raunverulega. Hver er hættan? Við hvað erum við að berjast? Og til þess að komast á eitthvað svona skreiningu þá verðum við að geta talað um það. Það er bara svo breytilegt, sko.
Ég held að fólk sé að gera það akkurat núna, sko. Þetta er náttúrulega, þetta er eiginlega splungun í staða sem er komin upp, sko. Það er bara enginn búin að finna lausnina við þessu. Ég meina, hvernig á maður að díla við ofbeldismann? Nei, það er líka mjög gott að vera í stöðu þar sem að lausnin ekki komi. Kannski erum við búin að halda það í marga áratugi að eina sem við að gera sem kjósendur og borgarar að segja að viljum fara í Evrópusambandið eða ekki, eins og ykkur aðrir sem búin að hugsa þetta. Við erum núna með mjög flókna stöðu í samfélaginu okkar og í heiminum þar sem hvert okkar verður að setja sig inn í hlutina og verða virkir bara heimsborgarar og samfélagslega þátttökutur til þess að heimur sem verður til þegar tröllin verða ómark, að það sem að rísa upp sé eitthvað sem er raunverulega skiptir máli, sko. Annars erum við bara meðal tröllana og tröllin alltaf segja okkur að velja milli þessa og þessa. Viltu, hvað heitir hún, Ingibjörg eða Lilju? Viltu Pétur eða Heiðu? Viltu ESB eða ekki? Eða viltu Trump eða Evrópusambandið? Heimurinn er ekki svona. Hvort maður byrjar að fara fyrst í buxurnar eða peysuna? En á þessu jákvæðu nótum Þetta var alveg svona ákall call to action, eins og sagt er góður íslensku. Mjög gaman. Og Kjartan, Marja og Halla, takk fyrir komuna. Og ég ætla að víkja velli líka. Gunnar Smári fær til sín hér eftir augnablik fyrrverandi utanríkisráðherra og sendera allan í Bandaríkjunum með Washington, Jón Baldvin Hannibalsson. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Gleði er svo mikil dauðans alvar. Ef að það er ekki gleði, þá vantar svo mikið kraft. Ég heiti Edda Björgvinsdóttir og ég trú á gleði. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Byltingunni hefur verið frestað vegna skorts á ríkisfjármagni. Gluggagallerið stétt, Bólholti 6, opið allan sólarhringinn alla daga ársins. Vantaði nýja flík, komdu í skemmtilegasta fatamarkaðin í borginni, í Bólholti 6, fatamarkaður Vorstjörnunnar, opinn frá 1 til 4, laugardaga og sunnudaga. Ódýr og öflugur miðill. 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvaradóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook.